Ekki væri ég nú svo frægur en þetta hafa nú sumir menn sagt og ég held nú því miður sumir gegn betri vitund því að þeir eru nú ekki allir slíkir álfar sem að hafa sagt þetta að maður trúi því að þeir gerði ekki gegn betri vitund. Seðlabankinn skuldaði ekki nokkrum manni þegar ég fór. Hvernig getur banki farið á hausinn sem skuldar ekki nokkrum manni? Það er ómögulegt, en þess utan skýringin á því að menn geta farið þennan bókhaldsleik sú að með lögum, neyðarlögum, var afturvirt forgangskröfum bankans breytt í almennar kröfur og þar með gjörbreyttist veðhæfin og þá gátu strákar verið með strákapör eins og strákar stundum gera og strákar af báðum kynjum og sagt, já þetta þýðir að bankastjórarnir settu bankan á höfuðið. Það mátti alveg segja að Alþingi hefði ákveðið að setja bankan á höfuðið með því að breyta þessum forgangskröfum í almennar kröfur.